Góða kvöldið, kæru áhorfendur og verið velkomin með okkur hérna á IATV bílflugnabúið á Vesturgötu. Örn Arnarsson heiti ég og ætla hér að fylgjast með leik á Hamar sem ég verið ekki einn. Hannibal Hauksson er mættur, blessaður Hannibal. Blessaður, 2 í röð. Já, 2 í röð, það er bara orðið langt síðan. Já. Það var orðið langt síðan þegar við hittum síðast og nú er orðið ennþá líka langt síðan að við hittumst 2 leiki í röð. Já, heldur betur. En þetta er alltaf að rúlla á stað. Við vorum hérna fyrir 2 vikum síðan í að Sindri, fyrstu umferð, 3 stiga tap þar. Í dálítið skrýtnu leika því að í rauninni í að tapaði 1 leikluta í þeim leik. Akkurat, jafnt eftir fyrsta, svo kemur annar leikluti sem að tapast með 8 eða eitthvað, svo vinna þeir síðustu 2. Já, en fóru síðan, í síðustu núna í vikunni, var það ekki, eða síðustu viku, að fóru norður á Akureyri. Gerðu sér lítið fyrir og unnu Þór 77-74 í miklum svona, já ég myndi kalla þetta endurkomuleik. Það var síðasti leiklutin fór til 29. Já, þetta er svona, ekki alltaf verið að segja að körfubolti sé hérna íþrótt áhlaupana. Já, og þeir áttu síðasta áhlaupið sem er oft gott. En mótherjarnir í dag, Hamar, þeir eru, þessi lið í rauninni deila sæti, skulum við segja, í deildinni, eru í 5. og 7. sæti. Berjast sæti í úrslitakeppninni eins og staðan er akkurat núna. Já, og 1-2 liðin sem hafa bæði unnið og tapað, annarkvort hafa liðin bara unnið eða bara tapað. Akkurat, en við sjáum að þau eru bæði með 2 stig eftir 2 leiki, búin að vinna 1 og tapa 1. Hamar í síðustu umferð tapaði fyrir Álftanesi 92-95 á heimavelli. Og þannig að Skaginn er með sigur að koma inn í þennan leik, Hamar er með tap, skiptir það einhverju máli? Ég held ekki svona snemma í mótinu, sko. En vonandi okkar vegna skiptir máli, en ég myndi segja svona hlutlust mat væri það skipti ekki máli, sko. Já, akkurat. En það eru áhugaverð, við skulum kannski bara renna yfir leikmannahópana því að það eru nöfn sem vert er að skoða hérna að spila hér í kvöld. Við byrjum bara Skagamegin, þá eru Davíð Alexander nr. 1, nr. 2 Hjörtur Rafnsson, nr. 5 Tristan Traustason kemur inn í hópinn, nr. 6 Gabriel Adesteg, nr. 7 Július Duranóna, nr. 8 Tómas Andri Bjartsson, nr. 9 Jóel Duranóna, nr. 10 Lucien Thomas Kristoffis, nr. 11 Alex Tristan Sigurjónsson, nr. 14 Þorleifur Baldvinsson og nr. 24 Jalen David Dupree og Nebojša Knežević er þjálfari. Stærsta nafnið bókstaflega á stærsta manninum í hinnuliðinu er það sem að grípur auga. Raggi Nat er að mæta hér, nr. 17. Skemmtikraftur. Við höfum verið í kringum landslið, við höfum tekist á við hann áður þegar hann var að spila með Hamriði mitt. Akkurat. Og það verður áhugavert væntanlega að verða Jalen sem að þarf að djöflast í honum varnarlega og að reyna að komast í gegnum hann sóknarlega. Það verður áhugavert. Það verður spennandi rimma. Þetta verður svona, ég myndi segja að þetta verður svona fyrir leikin kannski mest spennandi rimman inn á vellinum, svo er það spurning með eins og við kannski þetta renni yfir Hamarslið. Það eru nr. 0 er Egill Þ. Friðriksson, nr. 1 er Mirza Sarajilja. Ég skal ná þessu rétt áður en að kvöldið er úti. Haukur Davíðsson er nr. 5, nr. 8 er Alfons Birgir Sörusson Gómez, nr. 9 Jose Medina, nr. 10 Halldór B. Halldórsson, nr. 11 Daði Berg Gretarsson, nr. 12 Björn Ásgeir Ásgeirsson, nr. 13 Baldur Freyr Valgeirsson, nr. 14 Kristinn Ólafsson, nr. 15 Daniel Sigmar Kristjánsson og nr. 17 Ragnar Ágúst Nathanielsson, Raggi Nat og þjálfari Halldór Karl Þórsson. Náttúrulega það nefnaði með hann Jose Medina, ég hugsa að verði hann og hérna Lucien sem munu berjast inn á vellinu, svona rimma, önnur athyglisverð rimma. Við kannski tökum eftir því að Þórður Freyr er ekki með, hann er meiddur í dag. Já. Og það er nú skarð fyrir skildi, skulum við segja, sem maður geti hent einum frasanum út í loftið. Það er það og hérna Tristan Traustason spilaði sinn fyrsta meistaraflokksleik í dag. Þessari góðsagnarkenndu 5 sem að ég er hissa á að skuli ekki hafa verið hengt upp hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan en það er náttúrulega erfitt. Þetta mótið er rétt að byrja, við erum með 4 lið sem eru búin að vinna báða sína leiki, Selfoss, Ármann, Sindri, Álftanes. Liðin sem eru búin að tapa, Þór Akureyri, Skallagrímur, Hrunamenn, Fjölnir, þú veist, er eitthvað að marka þetta á þessum tímapunkti? Ég myndi halda ekki, eins og allmest það eru 3 lið sem eru með 0-2 eins og það er Þór Akureyri, Skallagrímur og Fjölnir. Þetta eru lið sem ég reikna með að ég eftir að verða hærra heldur en í næstu 4, sko. Já. Hrunamenn eru kannski svolítið óskrifað blað, þeir eru annað hvort eða held ég. Akkurat.
en ég myndi halda að þeir ætti að verði í þessari baráttu í vetur. Já, við við náttúrulega kannski svona sem áhuga menn körfuna hérna á Akranesi, auðvitað vill maður, það var náttúrulega geðveikur bónus að ná að halda sér hérna í miðri deildinni, vera jafnvel að gæla við úrslitakeppni seinna í vetur, en hlýtur ekki markmið að vera gera betur en síðast, að taka skref upp á við frá því í fyrra sem náttúrulega var martrað ár í rauninni. Já, í rauninni, en klárlega held ég þessi markmið og eins og við ræddum í síðustu útsendingu að það ár náttúrulega var kannski dæmt til þess að verða eins og það varð. Akkurat. Það stuttu fyrir var að koma inn í mótið og leikmannahópurinn ekki endilega undirbúinn undir það að vera að fara að spila í fyrstu deild, þau ætluðu að fara að spila í annarri deild og við þekkjum það bara, bæði útlendingareglurnar og annað öðruvísi. Þannig að það hefði, það var kannski öðruvísi plan fyrir það tímabil heldur en ef það hefði verið fyrstu deild. Akkurat. Sjáum við hérna dómarana í dag, Jón Þór Eyþórsson og Bergur Daði Ágústsson. Þeir ætla að stjórna þessum leik fyrir hönd KKÍ. Óskum þeim góðs gengis. Að sjálfsögðu, eins og vanalega. Og svo gaman að geta þess að reyndaraborðið fyrir aftan og þetta er ómyndarlegir einstaklingar sem að leggja á sig að vera þarna einhverjum einasta leik. Algjörlega. Þetta er náttúrulega mikilvæg partur af leiknum og þarna auðvitað sennilega meðalaldurinn lægri en hann ætti að vera og kannski víðast hvar en þarna verið að í rauninni að þetta er partur af leiknum og þetta eru strákar sem eru í eða hafa verið í kringum körfuna. Algjörlega, og þetta hefur bara verið partur af því að vera leikmaður hjá að það er að taka þátt í utanumhaldi leikja og það er bara gríðarlega mikilvægt. Já, og sjálfsögðu þetta eitt besti og eftirsóttasti startari á Íslandi, Björn Viktor. En það eru 3 mínútur í leik. Hverju megum við búast við heldurðu, Hannibal? Þetta verður spennandi að sjá Hamarsliðið með 2 erlenda leikmenn sem nú ekki mikið svona á nútíma mælikvarða. Nei, og báðir með úrvalsdeildar reynslu. Þeir annars vegar Mirza spilaði með Stjörnunni og langar að segja ykkur eina lið enn, ég man ekki alveg í augnablikinu hvaða lið það var. Og svo hefur hann Hóseifur spilað með Haukum. Já. Og svo Raggi með úrvalsdeildar reynslu líka og Daði Berg með IR og þannig að það er gríðarleg reynsla í þessu liði. Þeir skjóta mikið þryggjastega og mögulega þeir að treysta á sinn stóra mann, Ragga undir körfunni sem er ekkert óverulegt leikbann. Nei. En ég myndi halda að Skaginn verður bara svipuð nótum hafa verið. Það verða eitthvað þryggjastega skot en ég held að verði meira inn í boxinu, inn í teignum. Já. Ég velti því fyrir mér, ef maður er þjálfari með leikmann eins og Rakanat í liðinu, er ekki freistandi að þegar hann er á vellinum að spila eitthvað form af svæðisvörn, stífri svæðisvörn að reyna að reka menn inn í teig? Ég held að verði pottitt leikmannið, sko. Allavega þegar Alexander Ermolinski var hérna undir lok síns ferils að þjálfa hér, þegar hann var inn á, þá einmitt rak hann bara bakverðina út. Og hann sagði bara, látið á koma til mín. Let them come to me. Og það var leikplan sem virkaði ansi oft. Ég heldur betur. En þá styttist í þetta. Vakti einmitt athygli mína, sennilega mögulega hefur Þórður meiðst fyrir norðan, veistu það? Hann er meiddur, en hvenær og hvernig, ég er ekki alveg með það á hreinu. Hann allavega var einungis með 3 stig í þeim leik en það var gaman að sjá að framlag frá öðrum yngri mönnum þarna skal ég segja við skulum kíkja á þetta hérna til dæmis svo ég nefni sem dæmi Davíð Alexander kom með 7 stig, það voru allir sem í rauninni spiluðu nánast allir sem spiluðu sem skoruðu stig. Þórður Freyr skoraði 2 stig á spilaði þó 24 mínútur en Júlíus Þór Nóna með 5 Jóel með 2 þannig að það er að koma og þarna sáum við líka Jalen Dupree með 24 stig. Hann átti svona off kvöld hérna gegn Sindra daginn, lenti snemma í villumvandræðum, komst einhvern veginn aldrei í takt við leikinn. Aldrei. Ætli það sé áhyggjuefni og kannski eitthvað sem að Nebósja þjálfari leggur upp með, hann er að fara að berjast þarna við Rakanat, skilurðu, þú að spila vörnina bara með fótunum á hann sko og ítt honum frá körfunni. Já, það er nákvæmlega það sem þarf að gera, þú sér það eins og Vandamundi Þór, ég held að það verður með ykkur 18 frákost í þeim leik. Algjörlega. Það verður aðeins meiri baráttum frákosti núna í dag.
og eins nema náttúrulega Gabriel fái bara djöfla stíðunum eða þeir skipta honum á milli sín. Já, ég hugsa það. En það er spurningi sem er Davíð og Tómas. Nú auðvitað þeir að fá fleiri mínútur þegar Þórður er ekki með. Akkurat. Ekki það að Davíð hefur verið að spila rúma 21 mínútu og Tómas í kringum 12. Þá eru allavega Hamarsmenn mættir til leiks hér. Það eru byrjuninni á þeim er Mirza og Raginat að sjálfsögðu, Alfonso, Daði Berg og Jose Medina. Já, Skagamönnum er það Julius Duranona, Davíð Alexander, Gabriel, Jalen og Lucien. Menn að fara yfir formsatriðin hér. Gaman að geta þess að Alfonso og Björn Viktor þekkjast. Já. Ragina tekur uppkastið. Og Hamarsmenn koma í fyrstu sóknina. Raggi býður sig undir körfunni. Sjáum að Skagamenn er nú í einhvers konar svæðisvörn sem að skilar árangri. Lucien og Jalen inn að körfunni og skorar fyrstu stigin. Hraðaklöp stig, það voru ekki mörg svoleiðis hjá okkur á móti Sindra, þannig að þetta er ágætt. Byrja. Og Raginat hérna með hindrun. Sendingin út, þryggjastega skot, galopið, Daði Berg hittir ekki, baráttum frákastið. Daði endar nú með, það er Raginat sem að enda með boltan, fekk hann hann í fótinn. Það var Jose undir á Daða, Daði fær villuna þarna á Davíð Alexander. Og fær vítaskot, 2. Daði minnka muninn. Og síðara vitið hjá Daða, það er beint honni. Nýtti vel hérna fyrra skoti til að finna vegalengdina þarna sem enn og þó nokkuð svipuð í flestu íþróttahúsum landsins. Já, flestum. Lucien og Davíð í þriggja stiga skot, ekkert nema net. Þetta er mikilvægt að fá Davíð strax inn í leikinn. Já, þetta var virkilega fallegt skot, falleg stroka. Sjáum að það er Gabriel sem að fær að vera þarna í Jose. Raginat og Jalen er að slást við hann, kemur skot hérna fyrir utan. Mirza hittir ekki, Julius með frákastið. Þá er það Davíð. Og tekur nú upp boltan hann, kemur inn á Gabriel sem að kemst inn að körfunni en sá Raginat koma á móti sér hann. Það var ekki breytið leiknum. Daði og Raggi, hérna kemur fyrsta tróðslan. Það loftar alltaf undir hann, hann þarf ekki. Það er Davíð og fínast að pressa hérna Jose Medina. Davíð gerir ágætlega en Jose Medina kemur hamri yfir. Það er Lucien, Gabriel nær að hirða þetta upp þarna, aðþrengdur. Jalen fer í árásina, kemst fram hjá Ragga og setur þetta niður, 4 stig hjá Jalen. Sterk byrjun á Jalen. Það sem að geta það eru 4 leikir í fyrstu deildinni í kvöld. Fjölnir tekur á móti Skallagrími og Raggi klárar þetta. Virkilega vel gert hjá Jose hérna, hvernig hann skildi boltan eftir fyrir Ragga. Já, Fjölnismenn taka á móti Skallagrími, Hrunamenn taka á móti Ármanni og Sindri tekur á móti Þór. Við munum að sjálfsögðu fylgjast með þar. Skallagrímsmenn að byrja af krafti allavega gegn Fjölni. Komnir í 9-0 þar. Gabriel samúðu sig, keyrir strax á körfuna og fær villu og fer á vítalínuna.
Gabriel setur þetta niður og jafnar. Og síðan, já, heyrðu, hann eitthvað búinn að vera að æfa vítin síðan síðast. Mjög jákvætt. Bæði vel örugg. Liðin skiptast hérna á að hafa forystuna. Jose Medina og Mirza. Gabriel heldur áfram að dekka Jose, það athyglisvert. Já. Og Medina, Jose reynir að finna Ragga. Jalen gerir vel í að og frábærlega sjáum þetta frákast hjá Ragga Nat. Hann ótrúlegur. Við vorum með alls konar menn hérna á sínum tíma þegar að þú stígur hann ekkert svo glatt út. Nei. Það bara þetta einmitt eins og maður hafði á tilfinningunni allavega þá gott að ég reyndi ekki einhvern tíðan að stíga hann út með þessi með einhverja, hann var með einhvern rúman halvan metra á mig og ég var bara að íta inn hérna á hann. Og þetta bara einhvern veginn, þetta ekki sanngjarnt. Þá Lucien fer í árásina, skilur hann eftir fyrir Jalen. Jalen langar í þristinn, setur hann inn á Gabriel. Hann gerir nú ekki mikið hérna á póstinu á móti Ragga eða hvað. Jú, Gabriel fer í árásina! Gerir ágætlega, en nær ekki að setja þetta niður. En þurfa aldeilis að breyta stílnum hjá sér. Boltinn út í hornið, 3 stiga skot, allt á stutt, en það allt í lagi. Þeir eru út með þennan hann undir. Ragnar komið með 8 stig. Davíð ræðst á körfuna, reynir að henda honum hérna út á kant á Jalen sem hann stígur út af. Já, hann þarf að reyna að finna einhver svör við þessu. 13-9. Eins og staðan núna þá bara Raggi maðurinn sem að breyta bæði sókninni hjá IA og vörninni hjá IA. Já, akkurat. Jose Medina, Mirza býður sig hérna, fær hann ekki. Daði missir boltan og villa dæmd á Davíð Alexander. Það var eitthvað skrítið, hann sýndist hann bara að vera búinn að missa valdi á boltanum og einhverju patti. Já. En dómarinn var svo sem mikið nærri seldur en ég. Davíð þá komið með 2 villur, væntanlega. Davíð fær hann og setur hann aftur á Medina. Raggi kemur í hindrunna, kemur 3 stiga skot, það á stutt, en Ragnar Nathanaelsson komur í frákastið. Út á Daða. Ragnar fær hann undir, 5 sekúndur á klukkunni. Alfons fyrirgefi, nær ekki að klára þetta. Það var ótrúlega rólegur í tíðinni hérna, Ragnar með baki í körfuna og 5 sekúndur á klukkunni. Það kemur Davíð og brotið á honum. Fær villuna hérna á Medina, þetta var ódýr villa. Skallagrísmenn að fara hamförum í gráinu, 13-0. Staðan þar, 5 mínútur liðnar, Fjölnismenn ekki búin að skora. Ansi áhugavert og einmitt eins og þú komst inn á aðan að maður bjóst við Fjölnir, þeir voru nokkuð sprækir í fyrra, spila mikið á heimamönnum, skilurðu, og ungum strákum. Og náttúrulega Fjölnir búið til gríðarlegt magna af leikmönnum komið síðan. Slöggsendingarnar á Jalen. Já, þarna var eitthvað einbyttingarleysi, þeir voru ekkert að spila sömu sóknuna, sko. Nei. Tapaðir boltar. Geta verið ansi dýrir. Þannig að Medina ræðst á körfuna, skilar þessu niður, fallega hreyfingi á honum. 15-9, spurning hvort að Nebosja fer að taka leiklið. Davíð þristinn, Davíð hittir aftur. Já, hann heitur í kvöld, kom með 6 stig, helmingu stigana. Kemur skot frá Alfons, það beint og hann í 0 út. Skotið hjá Davíð. Davíð, það hindrunna, fer upp í skotið. Að gera, að halda sér á öldunni eins og maður segir.
Medina með frábæra hreyfingu, skilar þessu niður 20-12, það er að draga í sundur með liðunum hérna. Heldur betur. Eftir hérna jafnar fyrstu mínútur. Og Davíð mikið með boltan hérna, Lucien galopinn, ákveður að fara frekar í árásina og fær villun á Ragga. Áhugaverð ákvörðun hérna, galopinn þristur. En fór á besta veg að því leytinu til að hann næri villu hérna á Ragnar Nathanielsson. Lucien skilar þessu niður. Okkur þótti það áhugavert hérna síðasta heimaleik hvað Ía tók í rauninni fá víti. Já, fá aðeins fleiri núna. Jalen nær frákastinu hérna og eftir misnota víti á Lucien hérna. Lucien fær hindrunna, Jalen býður úti, setur hann á Július. Þrjáskotklukku. Og hann verður að skjóta núna og þetta var á seint. Já, það er einhver sofandaháttur hérna. Það vantaði eitthvað til þess að láta Július vita. Já. Nú er Gabriel kominn á Daða. Július hérna gegn Alfons. Daði á þessu Medina, sendingin frá honum tæp hérna, Alfons nær að hirða boltan. Július fylgir honum inn og Ragnar nær boltanum og skorar enn einu sinni. 22-13. Lucien á vítalínunni, allt og stuttur. Boltinn rekkur út til Gabriels Andesteg. Hann langar að ráðast á þetta, gerir það ekki. Július á Lucien, Lucien út á Jalen. 4 á klukkunni og Ragnar tekur frákastinn, blakkar hann út af. Það virðist vera erfitt að fá skotin, opin skot og jafnvel menn hika pínu þegar þeir eru að fá opin færi. Algjörlega, sóknarleikurinn hefur ekki verið góður hjá Ía í þessum fyrsta leikluta, menn hann hefur verið bara nokkuð góður hjá Hamri, einfaldur en góður. Já, koma Haukur Davíðsson og Björn Ásgeir Ásgeirsson inn á hér. Ragnar og Daði fá að hvíla sig. Spurning hvort að þetta breytir einhverju fyrir í rauninni sóknarleik, sérstaklega Skagamanna að losna við Ragnar út af. Jalen tvöfald á hann, Július í þristinn, hittir ekki, Gabriel í baráttunni og Skaginn á innkastið. Fjórtán sekundur á skotklukku. Þetta tekur smá stund en skilaði sér Lucien í þristinn, beint honni. Nú þurfum við að fá áhlaup hérna hjá heimaliðinu. Það var Björn og Mirsa, sendingin tæp, bjargaðist þó. Mirsa, Lucien er að halda sig fyrir framann, erfitt skot, hittir ekki Lucien með frákast. Sjá að núna þegar Raggi farin út, þá breytist leikurinn hjá Hamri mikið. Já, Július með frábæra fyttu þarna, nær ekki að klára þetta. Jalen tekur frákastið og skilar þau niður. Þeir eru að minnka munin hér í fjarveru Ragnars. Jalen og það er hindrunarlega á Hauki. Það er Hósei fyrirgefiði og hver er það sem fær villuna? Er það Davíð? Já, þriðja villan á Davíð Alexander. Ekki gott. Þá koma Hjörtur Hrafnsson og Jóel Duranona inn á. En Hósei Medina á vítalínu er að 1:46 er eftir á klukkunni hér í fyrsta leikluta. Setur hann niður. Gríðarlega örugg skytta, ég held að sem er 40% tryggjasteinýtingu í vetur. Og tæp 30 stig leik, 29 kom eitthvað held ég. Já, það er ekki uppmálað hérna. Þetta er mikið þryggjastega skotlið. Ekki rétt.
Heldur betur, en þeir hafa nú ekki verið að sýna það hérna í fyrsta leikluta, samt konum með 24 stig. Hjörturinn á Gabriel og Lucien fær galopi skot og þá var ekki að spyrja að því. Þetta var fín hreyfing án bolta hérna í þessari sókn. Já. Og sendingin undir, slök. Haukur ekki nógu snöggur á hann hérna, þá kemur Tómas inn á fyrir Skagamenn. Það er Davíð sem kemur af velli. Flottur leikur hjá Davíð sóknarlega, en 3 villur eru of mikið í einum leikluta. Já, Gabriel ber boltan upp. Gerir það bara á fullum krafti hérna upp að körfunni, nær ekki að skila henni niður. Gabriel er bara með eina ferð, það er fullferð. Medina kemst hérna fram hjá Hirti. Tómas tekur við honum og út í hornið, sending hérna. Það er leikmannum með 15 komin inn á núna, Daniel Sigmar. Hitti ekki. Og síðan Árásinn út í hornið á Hjörtur í þristin, hittir ekki. Gabriel nær að stíga vel inn í haukarna og Jóel tekur frákastið. Gabriel fær hann út í hornið á Tómas sem er galopinn, hann verður í 2 stiga skotið, hittir hann á einhvern veginn á spjaldið og Lucien með frábæra körfu og minnkar munin í 1 stig. Fín endurkoma hérna undir lok fyrsta leikluta. Heldur betur, og leikklukka og skotklukka er nánast eins, þannig að þeir klára þennan leikluta. Standa vörnina hér. Hósi Medina með boltan. Tómas til varnar, 4. Frábært skot hjá Hósi Medina. Ekkert nema net. Og þar með er fyrsta leikluta lokið, staðan 27-23. Og stigahæstur í leiknum er Ragnar Nathanielsson með 11 stig. Stigahæstur Skagamanna, Lucien Tómas Kristófis með 9. Aðri Skagamenn sem hafa komist á blað, Davíð Alexander og Jalen með sirkur 16 og Gabriel Adistek með 2. Hamarsmegin er það Hósi Medina með 11 stig væntanlega líka. Sannlega er þessi síðasta karfa ekki komin inn. Það var rétt. Og síðan er Alfonso með 3 og Daði með 2. Þetta er svona helsta sem er að frétta af úr þessum fyrsta leikluta. Kaflaskiptur byrjaði mjög jafnt. Hamarsmenn sigur fram úr. En það breyttist mikið eins og við byggumst við þegar Ragnar fór út af. Algjörlega, hann stjórnaði leiknum en hann var inn á, það var bara þannig, menn hann er með 6 fráköst og 11 stig í fyrsta leikluta. Góðu fréttina fyrir IA eru þær að Raggi er aldrei að fara að spila 40 mínútur í leik. Nei. En 4 stiga munur er í raun og veru finnst mér minna með við hvað mér finnst kannski Hamar hafa verið sterkari, en sóknarleikurinn hjá IA hefur ekki verið neitt rosalega góður en skotmyndingin hefur verið fín. Já. Þannig að þeir fengi kannski meira út úr sóknunum sínum heldur en einhver myndi segja eftir skilið. Já, það sem ég ætlaði nú að segja, ég ætla að fara yfir staðan eftir fyrsta leikluta í Gráinum er Fjölnir 10, Skallagrímur með 25. Hrunamenn komnir yfir gegn Ármanni þegar að 13 sekúndur eftir að fyrsta leikluta 27-25 og fyrir austan er eftir fyrsta leikluta Sindri 21, Þóra Akureyri 12. Þá er annar leikluti framöndan, hann Skagamenn sem byrja með boltan. Sýnist að vera sömu lið og Luku. Fyrsta leikluta sem eru á vellinum. Lucien brotið á honum. Sótti þessa. Björn Ásgeir. Tómas tekur boltan inn og fyrir Lucien. Skotnýting Skagamanna í leiknum 47% á móti 55. Fristur frá Lucien. Hann er á eldi hérna í kvöld. Þetta er þriggja karvan hans.
Hjörtur með fína vörn á Jose Medina en hann kemst ekkert upp. Hendur honum út á Alfonso, fær hann aftur, fer í skotið, mjög erfitt. Gabriel snerti þennan nú en vel gert þarna hjá Daniel og fær boltan aftur. Nei, ástuttur. Gabriel tekur frákastið, geysist fram. Og kemur boltanum á endanum og Lucien Skagamenn geta komist yfir. Þá eru Daði og Ragnar að gera sig klára að koma inn á aftur fyrir Hamar. Hjörtur inn á Tómas. Hamar í svæðisvörn. Þá skipting. Svolítið óöruggur sóknarleikurinn hann hjá í þessari sókn. Já. Og þá fær Gabriel hvíld, það gerist nú ekki í fyrsta heimaleiknum. Þá spilaði hann allar 40 mínúturnar, hann spilaði ekki alveg allar 40 á Akureyri. Nei, það helgaðist kannski af villuvandræðum Jaylens. Mögulega. En Jaylen Dupree kemur inn í hans stað. Og Lucien, nei, Hjörtur kemur honum á Lucien núna Jaylen. Nú verður að taka þetta skot, hann gerir það. Aðeins og langur. Daniel með frákastið. Það er Daði, aftur á Daniel. Aftur á Daða. Gaman að sjá að Hjörtur er komin inn og til þess að sko hlaupa allt sem hann getur. Já. Daðberg sækir hérna villuna á Tómas sýndist mér. Já, fyrsta villan á hann. Þriggjastiga nýting Skagamanna 55% í leiknum til þessa, 5 af 9. En vítanýtingin til eftirbreytni á Hamri 100%. 6 af 6 núna. Og Daði með setja nýtið honni 7 af 7. Lucien, hann langan fram, Tómas með tíma og pláss og setur það niður í horninu og jafnar 29-29, sofanda háttur þarna hjá Hamarsmönnum að skila sér tilbaka. Tómas hefði ekki bjóðað sér það aftur en einu sinni. Nei, þannig með þetta svona skot verða menn að taka, það er bara alveg klárt. Og Björn Ásgeir að ná í aðra vill á Tómas sýnist mér. Villuvandarinn í bakvarðastöðunum í kvöld. Já. Og þá það komið að Byrni Ásgeiri að sýna færni sína á vítalínunni. Gerir það. Heldur vítanýtingunni í 100% hjá gestunum. Vantar öll læti í stúkuna í kvöld. Lucien með boltan, langar í skotið, fer í skotið, dansar upp úr, Jaylen með frákastið gegn Ragga og fær síðan villuna á hann. Þetta sterkt hjá Jaylen. Já, það er sterkt að taka frákast, hann er með Ragga á milli sín og körfunar samt næra þessu. Og Ragnar komið með 2 villur þá. Það eru ágætis fréttir fyrir heimamenn. Jaylen of langur á fyrra vítinu. Síðan viti beint honni minnkar munn í 1 stig. Hörkuleikur í gangi hérna. Þóra Björn. Jaylen gerir ágætlega í að verjast Ragga þarna undir. Björn aftur inn á Ragnar núna. 7 sekúndur á klukkunni. Ragnar með fína snúning hérna, skot af spjaldinu. Það er Hjörtur sem að blakar honum hérna til Jóels. Jaylen. Ragnar kemur út á mótunum og Jaylen reynir að snúma sig fram hjá honum, gerir það og klárar þetta og vill á hvern. Hauk líklega. Nei, það er á Ragnar, þriðja villan á Ragnar. Þetta er ágefni fyrir Hamarsmenn. Já, þetta var slísalegt í rauninni, líka bara allur aðdragandinn að þessu, hvernig svona Jaylen var við það að missa boltan út á hreinlega. En þá koma þeir að velli Björn Ásgeir og Haukur og í þeirra stað
koma Mirza og Jose Medina. Jóel kemur af velli og Gabriel kemur aftur inn á fyrir Vía. Hjörtur að fá fullt af gæða mínútum hérna. Jalen setur þetta niður og jafnar metinn. Getur komið Skagamönnum yfir. Og gerir það. Skagamenn komnir yfir hérna 32-31. Jose á Mirza. Hann aftur. Fyrir í árásina Tómas næra að komast fyrir en frábæra hreyfingar hefða hjá honum. Sendingin undir. Erfitt færi þarna á Daða. Setur hann undir hringinn. Lucien á Gabriel. Þarna reyndi hann. Alli uppsendingu Mirza í skotið aðeins skakkur. Daði pínlítið að misregna sig hérna í frákastinu. Kemst inn að körfunni. Út í hornið á Mirza og aftur finnur hann Daða. Og Daði undir á Daniel og þarna sjáum við að Ragnar fer nú klárlega í höfuðið á Gabriel. Og ég er alveg sammála Gabriel þarna. Hann slær augljóslega, slengir hendinni með olnboganum, í rauninni olnboganum í nakkan á honum. Algjörlega. Og leikhlé, sá nú ekki hvor þjálfarinn tók það en... Mér syndist það að hafa verið Nebósa. Já. Og staðan 33-32. Ragnar með 13 stig fyrir Hamar, Jose með 11 hjá Skagamönnum er að Lucien með 12 og Jalen með 9. Og já, Lucien með 4 stóðsendingar einnig. Já, búinn að vera geggjaður hérna í fyrri hálfleik. Já. En Ragnar Natanaelsson komið með 3 villur. Hlýtur að vera áhyggjuefni fyrir gestina. Já, heldur betur. Maður velti fyrir sig með þetta atvik hérna áðan, hvort að það hafi haft áhrif að þeir vissi að hann væri komið með 3. Mögulega. En við rétt förum við að Skallagrímur er 30-16 yfir gegn Fjölni. Hunamenn að sigla fram úr ármenningum 39-32 er staðan þar. Og Sindri 28, Þór Akureyri 12. Kemur pínlítið og óvart hvað Þór Akureyri er að fara illa af stað. Já. Þetta er lið sem að kemur úr fellur niður deild. Já. Það er enga fallífagreiðslur sko, reyndar í íslenska körfuboltanum held ég. Nei. Þannig að Júlíus Dúranóna kominn aftur inn á. Hjörtur fær kvíla sig. Já. Koma Hamarsmenn í pressu allan völlinn. Skaginn leysir það ágætlega. Jalen á Gabriel. Fer í árásina og fer í skoti mjög erfitt. Nær frákastinu, aftur í erfitt skot og reyndar á frákasti á Ragnari. Mirza á Jose í skotið. Beint honni og byrjum við. Þá er leikli strax hjá Nebósa. Þetta hefur ekki verið að fara alveg eins og var rætt í síðasta leikli, greinilega. Hann er óánægður með hvernig þið kom út á völlinn. Ég er að veltaði fyrir mér, sko, er þetta bara ég, en skotstíllinn hjá Jose Medina, minnir hann þig ekkert á Sindrik? Já, það er svona, tekur þetta í svona stökki og... Já, og einhvern veginn svona eins og snúist upp á hann, er þetta eitthvað svona örfendra dæmi? Góð spurning til að segja það, sko, þetta er hár rétt segir. Að eins og bara í þessu síðasta skoti til dæmis, að Sindrikur Arnar Björnsson. Já. Það er mjög svona svipaði líkamsburðir en lítið breyst síðan í síðasta leiklíi, þannig að stutt á milli. Já, ekki yfir mikið að fara en mögulega hefur Nebósa þarna ákveðið að bregðast við þessari pressuvörn eins og það gæti verið að fara yfir það hvernig leysa hana. Þá
detta Hamarsmenn bara tilbaka. Nei, þeir eru ennþá í pressunni en Skagamenn ekki í vandræðum með að leysa hana. Jalen gegn Ragnari út á Júlíus fyrir þristina, svo stuttur. Og Tómas nær frákastinu, gerir þetta frábærlega, óheppinn með skotið. Þarna eins og það fengið löpp í sig en frábær barátta þarna og hvað er dæmt? Það er villa á... Þarna var eins og það hefði verið hagnaðarregla, ég vissi ekki það var í körfubolta. Nei, þetta kom svolítið seint. Já, þetta er mjög sérstakt. En mér sýndist villa meira á Júlíus. Já, mér sýndist líka. En það var það Jose Medina. Luciana eltast við hann núna. Daniel á Daða. Daði með baki í körfun og Gabriel í sér. Daniel síðan í skotið, erfitt skot. Þetta var svona klúðurslegur sóknarleikur. En sendingin hérna var ágætis hugmynd hérna en var snerting á leiðinni. Og þá var það Skagamenn sem að pressa Lucien gegn Jose Medina. Baggi býður hindrunna. Lucien kemst í gegnum hana. Lucien er að missa hérna. Nær ekki skotinu. Frábær vörn þarna hjá Jalen Dupree. Ég hef verið til í að sjá þetta augnar á hinum megin frá sem hann sendi Mirza þarna. Þvílík tilþrif. Ekki koma hingað. Nei. Mirza fara ekki þristin bara. Mirza stígur á línunni, sýndist mér nú, langur. Gabriel nær frákastinu. Þetta er fínt. Hána Lucien. Ef Lucien losa boltan þá er Jose alveg með hann í algjörðu gjörgæslu. Já. Þetta er snerting frá Jose Medina sýnist mér. Það var hann heppinn að Jalen kom ekki með hann minni eins og Lucien hélt. Já. Þá er skipting, Alfonso kemur inn á í staðinn fyrir Daniel. Lucien á Tómas. Jalen, 7 sekúndur á klukkunni, fer í þristinn, áheppinn, dansar upp úr. Það verður að taka þetta. Já, það var ekki líka komið langt frá körfunni. Já. Mirza með flott skot þarna, fín barátta hjá Daða, nær frákastinu og Júlíus brýtur á honum. Engin auðveld karfa í kringu Júlíus. Nei. Ég var nú að velta því fyrir mér þegar að ég sá þetta skot hjá Mirza hvort hann hefði í rauninni verið að gefa allir uppsendingu þarna á Ragnar en skot var það. En Daði með sterkt frákast þarna aðþrengdur. Skagamenn ekki skora núna í tölvöna tíma. Og Daði misnotar víti. Á fyrsta víti hjá Hamri farið í kvöld. Já. Og síðara vítið. Þetta er klassíst. Fyrra vítið og stutt, þá er seinna vítið og langt. Það er það Skaginn, Lucien á Tómas. Jalen fer í árásinn á Ragga. Gabriel nær hann nánast að blakka honum onni. Jalen eflaust að reyna að ná í hvort hann geti ekki náð í eina villi viðbót á Ragnar. Ragnar, fín hreyfing hjá honum. Annar frákast, þetta er ekki hægt. Þetta er ekki hægt. 3 skottilraunir þarna á 1 sekúndu eða svo. Það var sannlega 2 eða 3 sóknarfrákast hjá honum annar. Já, ég bara finn til með beinni Viktor þarna á tölfræðinni hinum megin. Vitt til hann er með góðan mann með sér. Mirza og Jose og kemst inn að körfunni, mjög erfitt skot og frákastið Gabriels. Hann er ánægður með dómarna, hann er raun og verið að sækja sér villuna. Já.
Lucien fær hindrun á Gabriel. Þá Hósi kominn aftur á hann, þetta hefði nú, og þá vill Gabriel fá hann. Daði á honum, út í hotni á Jalen. Jalen verður að taka þetta, Jalen fer í skoti, hann setur það loksins niður! Allt þetta þrennt er. Þetta þýðir, ef að Jalen fer að setja þessi skot, það þýðir að Raggi þarf að koma lengur út. Það er akkurat það sem að Skagaliðinu vantar. Reyna að draga frá körfunni. 36-35. Alfonso inn á Daða og frábær vörn hjá Lucien hann. Líka eins og segir, ef við þurfum að ná Ragga í burtu þá erum við með Gabriel undir körfunni tilbúin að slást í þessum frákastum. Ragnar fær hann og lætur Medina fá hann aftur. Lucien gefur honum lítið pláss. Frábær sending af tilraun en Gabriel las þetta. Stólinn bolti. Geta Skagamenn komist yfir aftur. 3 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Lucien alla leið og fær villuna á Ragnar líklega fyrir að stugga við honum. Já. Þetta eru afar slæmar fréttir fyrir Hamarsmenn. 4. villan á Ragnar. Og eins og dómarinn er að gefa með merki að það er hendin á líkamannum sem hann er að dæma á, ekki þá sem að sló boltan. Og þá kemur Baldur Freyr Valgeirsson inn á í hans stað. Núna verður þetta fróðlegt. Og Lucien á vítalínunni. Fyrir að vítið ekkert nema net. Það getur hann komið Skagamönnum yfir. Og gerir það 37-36. Það er þá 14-9 fyrir Skagamenn í þessum öðrum leikluta. Hósi með frábæri sendingur á Mirza sem er með nógan tíma, hittir ekki. Baldur grimmur í frákastinu hana og skilar þessu niður, fínasta hinnkoma. Heldur betur, sóknar frákastum 2 stig strax. Já. Gabriel var nú óskætt að fá eitthvað fyrir sinns nú hann. Þá núna reynir á Baldur Jalen. Baldur slær og brýtur. Ég er nokkuð viss að Skagamenn muni reyna þessa leið núna á meðan að þessi lið er inn á. Þarna er þessu dómarinn að segja við hann, þetta er að mörkunum að vera óþrjóttamannsleg villa. Já. Og ekkert víti væntanlega. Jú, það er víti. Vonus á bæði liðsynnismenn, já. Já, Mirza kemur af velli og Björn Ásgeir í hans stað. Fyrir að vítið Oni. Hörkuleikur hérna í býflugnabúinu eins og ég kýs að kalla það. Og Jalen, hann er komin í taktinn hérna á línunni. Skagamenn eru 10-12 í vítum. Já, töluvert betra. Alfonso ná að ágætis pressuðu örna hérna hjá Skagamennu, ná að brjóta hana samt. Þú sagði að Lucien er fann að spila sömu vörn á Hósi og Hósi er að spila hann og bara þeir hanga hvor á öðrum. Fyrir skoti, þetta var ekta þvílík skitta. Heldur betur. Já. Hann er komið 3 þarna að þrista á þessum punkti nánast. Já, þetta er fjölinn hans. Já, ég er ekki frá því. Jalen fyrir í árásinni á Baldur og í sveiflu skoti hittir ekki Gabriel í baráttunni. Baldur enda með frákastið. Alfonso beint upp í þristin, skakkur, Jalen ekki í vandræðum með þetta frákast. Lucien og villa á Daða. Þetta var Gabriel endur heppinn, hann var að sveifla höndunum sko. Já. Hann var að passa sig á þessu. Gabriel í möguleika á að jafna hérna aftur. Skipting hjá Hamri. Daði kemur aftur af velli og Daniel í hans stað. Það er komið 3 villur held ég. Já.
Lykil menni í Hamarsliðinu í villuvandræðum hérna. Já. Og Gabriel dansar upp úr. Og þetta var nú Lucien ansi snöggur inn í og fleiri reyndar. Alfonso endur tekið víti. Áðurinn er það árið til. Spurning áður en þessi tækni út að næstu að þeir. Já, mögulega. Og Lucien nær þessu frákasti af miklu harðfylgi og mikil snerting þarna. Hérna móti öllum einhvern veginn. Gabriel með frábæra hreyfingu, skorar og fær villa að auki. Þarna er Gabriel sem við þekkjum frá því hérna fyrir 2 vikur síðan. Heldur betur. Það er bara bein leið á körfuna og getur komið Skagamunum yfir hérna. Þeir eru 1:23 eftir að fyrri hálfleik. Nú var Hamarsmenn að halda haus. Og hittir ekki. Það er komin einhver pirringur í Hamarsmenn. Já. Þeim finnst halla á sig hér. Medina, fótur hérna alveg klálega. Lucien fram á Jalen. Þeir eru 3-2. Ná ekki að nýta nógu vel Tómas. Nei, róa þetta niður. Lucien. Járssona á Baldur að þessu sinni út á Júlíus. Júlíus í þristi. Júlíus setur það niður! Frábær sókn hjá Skagamönnum. Og Júlíus er akkurat maður sem við þurfum að fá í að setja þessi skot. Heldur betur. Björn Ásgeir í árásina og er það Jalen Dupree sem er að fá villuna. Júlíus, já það er Júlíus. Þriðja villan á hann líklega. Svo dýrmætt fyrir svona unga stráka að fá þessa sendingu frá Lucien undan körfunni. Já. Það verður að taka skoti. Já. Það má eiginlega sko líka túlka þannig að sendingunni fylgir svona straumar af sjálfstrausti, skilur. Ég trúi á því, strákur. Akkurat, skjótt þessu. Já, Júlíus kemur af velli og Hjörtur Hrafnsson í hans stað. Já, herðu, það er bara, ég ætlaði að fara að segja það á hann, sko, þegar þeir klikka á fyrsta vítinu, sem eru nú búin að klikka á 3 í röð, hvort að það væri bara nýja trendið þeirra, þeir tækja þá 11 í röð, án þess að hitta, en já, það er enda á möguleiki á því, Gabriel. Stuttur fyrir á langurinn setna. Já, klassík. Lucien kemur upp með boltan. Haukur hraðan, kominn á með Baldur á sig. Nei, Hosea eltir hann áfram. Jalen fær boltan, 5 sekúndur á klukkunni. Frábært kött hjá Hirti, en óheppinn að setja þetta ekki niður. Gerði í rauninni allt rétt þarna í þessari stöðu. Aftur fá Hamarsmenn síðasta skotið. Hosea langar örugglega að fara til hægri frá sér séð. Já. En kemst ekki fram hjá Gabriel. Endar örugglega í einhverjum stígur tilbaka fyrir skotið framan á ringinn og þetta endar í höndunum á Jalen Dupree, en staðan hér í hálfleik 44-41 í bráðskemmtilegum leik. Er mér ekki alveg ótt að segja það, Hannibal? Jú, heldur betur. Það er bara þvílík spenna. Þetta er annar heimaleikurinn röð sem við verum að fá hörku fyrri hálfleik. Já. Og síðast fengum við líka hörku seinni hálfleikum. Ég finnst allt bendur til þess að það verði áfram þannig. Já, mjög svona margt í þessu. Það eru bæði liðin eru búin að þeirra svona vera sveiflur í leiknum. Liðin skipst á að taka forystuna. Villuvandræði á Hamarsmönnum og en Lucien Thomas er stigahæstur Skagamanna með 14 stig, eins og reynda Jalen Dupree, og Davíð Alexander sem skoraði nú 6 af fyrstu 12 stigunum, hefur ekki skorað síðan. Hann er í smá villuvandræðum einnig, en Gabriel Anderstek með 4 og Tómas Andri með 3, eins og fleiri. Hjá Hamri er það Hosea Medina með 17, Ragnar Nathanielsson með 13, síðan eru þeir með minna hérna, en Daði Berg með 4, Alfonso með 3 og Björn Ásgeir og fleiri með 2. Ragnar komin í 10 fráköst, Lucien í 6 stoðsendingar. Gabriel er frákastahæstur Skagamanna með 7 stykki. En já, við förum að taka okkur smá hlé líkt og aðrir hér, en komum síðan eftir
13 mínútur og 32 sekúndur eða svo með síðari hálfleikinn ekki fara fett
Komið sælir aftur áhorfendur góðir, Örn Arnarsson og Hannibal Hauksson heilsa ykkur hérna úr Býflugnabúinu. Staðan 44-41 hér í leik IA og Hamars í fyrstu deild karla. Búið að vera stórkostlega skemmtilegu leikur hingað til og við gerum fastlega ráð fyrir að verða áfram. Skotnýtingin hjá Skagamönnum búin að vera ágætt í kvöld. 40% í heildina og 50% þryggjastega. Já, það er mjög athyglisvert. Mjög athyglisvert og líka vítanýtingin hjá IA 10-15. Það er svona, það er skárri kantinu fyrir okkur. Já. En það er einmitt sko kannski líka rétt að fara yfir að þriði leiklutur er hafinn í Grafarvoginum. Þar eru Skallagrímsmenn að þessi 2 núlstigs lið fyrir kvöldi í kvöld að eigast við og Skallagrímsmenn bara að snýta heimamönnum. 57-31. Mjög áhugavert síðara hálfleikur einnig hafinn milli Hrunamann og Ármanns. Þar er Hrunamenn halda forskotinu 60-52. Sindramenn einnig að gera ansi gott á heimavelli gegn Þór Akureyri 45-28. Þetta er jafnasti leikurinn, enda sjónvarpsleikur. Það er mjög mikilvægt að það sé þannig. Já, þú sér það fyrsti leikurinn hérna fer 23-27 fyrir Hamarsmenn og svo taka Skagamenn seinni annar leikurinn 21-14. Já. Og það gerir 44-41. Nú verður forvitnilegt að sjá hvort að nú er Ragnar Nathanaelsson, hann er á 4 villum. Er hann að fara að byrja síðari hálfleik? Ég er spenntastur að sjá það. Ég held það. Já. Gæti verið. Jú, hann gerir það. Og Daði kemur líka á 3 en það vantar hvað Húsey, allans ekki að hann Já, reyma bara. það er bara byrjunarliðið sem að byrja síðari hálfleik. Maður sá það eftir að Ragnar var kominn með þriðjuvilluna að Jalen var svolítið til í að prófa að gera áhlaup á hann. Já, enda eina rétt í stöðinu og ég myndi halda að ég myndi gera það aftur núna. Væntanlega Hamarsmenn sem að byrja síðari hálfleikinn. 3 stigum undir. Skagamenn aftur seinir út á völlinn. Hefur eitthvað komið þér á óvart hingað til í leiknum? Kannski það bara hvernig Hamarsmenn hafa verið að spila öðru sem ætti vona á með svona, ég hef reyndar ekki séð að spila á tímabilinu, ég hef bara séð tölfræðina þeirra. Ég held þetta myndi vera meiri 3 stiga skotsýning hjá þeim. Já. Þeir eru bara búin að taka einu 3 stiga skoti meira en Skaginn. Já. Sem að ég er sammála því. En á móti kemur að náttúrulega framlag Ragnars hefur bara verið þannig að þeir hafa bara eðlilega haldið áfram að gefa hann. Já. Það er eitthvað smá vesen með skotklukkuna, það er búið að lagfæra það. 18 sekúndur á henni. Það var það Jose Medina. Sér að Tómas er fann að taka hann og Daði í skotið og skilar í niður og jafnar bara hérna strax. Það var flott sókn hjá Hamri. Já, þetta var vel teiknað upp. Tómas og fær boltan. Reynir sendingur inn á Jalen, hún er tæp. Daði nær að setja hendina hann á milli. Og kemur langur þristur frá Medina. Þetta hefur verið mikið stemningskarfa. Já, algjörlega. Jalen náði frákastinu. Og þá var það Lucien. Ragnar á mótunum. Erfitt skot en yfir Ragnar en skilar í onni. Þá var það Mitsa inn á Ragnar. Hann er baki í körunni. Jalen er líka hana fyrir aftan hann. Nær að komast áleiðis með fína hreyfingu í spjaldi og onni. Þarna vil ég sjá þegar Raggi byrjar að drippla boltanum. Að bakverðinni detti niður og reyna að stela honum. Raggi er að drippla helviti langt niður. Já, boltan er lengi niður og lengi upp. Að standa og horfa á hann og leyfa honum að drippla og búa sér til pláss. Mirza, Július eftir hann en Mirza klárar þetta. Byrjar ekki vel hjá Skagamönnum hérna í 3. leiklutanum. Þannig að missa 3 stiga forskot og komið 2 stigum undir. Hann fær Jalen boltan og Ragnar er á mótunum.
Kemur smá svona hik í þetta allt saman. Frábær hreyfing hjá Jalen og skilar þessu niður. Frábær hreyfing. Þetta eiga að gera. Raggi er ekki fara að beita sér að fullri hörku í vörninu. Það er gefið. Hann er á 4 villum. Algjörlega. Jose Medina notar þessa frábær vörn, hjálpa vörn hjá Gabriel. Kemur þarna á blindu hliðina á Ragnari og Ragnar missir boltan út af. Og geta Skagamenn komist yfir. 48-48. Gabriel vill fá hann, fær hann. Tómas. Jalen í þristinn og skilar í niður. Þetta var lengi að gerast. Alltaf gott þetta skoppar með þér. Já, Tómas finnur fyrir þessu og leikurinn fær bara að fljóta allt og stutt. Daði erfitt skot, Raggi í frákastið og boltinn lekur af hringnum. Tómas ennþá að gretta sig hérna. Lucien inn að körfunni, sendir hann út á Jalen. Jalen fyrir árásina, Julius ekki með opið skot. Aftur inn á Jalen, hann fer í skoti núna, það er á stutt. Ekki að þreytt skot, það er ekki ákveð. Medina, Julius til varnar. Hann er galdramaður með boltan, þá kemur fín hjálpavörn hjá Tómasi og Gabriel. Þarna er líka flott fótavinna hjá Juliusi. Julius er langur og langar hendur og hann notaði líkamann vel hérna til þess að halda honum frá sér. Já. Lucien stígur tilbaka, Jalen með nógan tíma, fer í þristinn, hann er aftur á stuttur. Hann verður að setja þetta. Já, síðustu 2 skot hjá honum hafa virkað svona sér þreyttu, það er ekki gott. Missa út í hornið Alfonso sem að stígur út af. En skotið var gott, engu að síður. Já, þreytulega eins og þú segir, framan á hringinn. Það er akkurat það sem við þurfum þessi skot núna. En Skaginn 3 stigum yfir. Lucien. Reynir sendingun út á Julius hérna, boltinn út af. Fór hann ekki í einhvern á varamannabekknum hann. Tómas í þristinn, hittir ekki. Ragnar með frákastið. Þá er Daði út í hornið á Mirza, fer beint upp í skotið. Það er á langt. Hvað er að gerast hér? Villa á Lucien. Þarna áttust þeir við og hann og Ragnar. Þetta hefði nú verið gaman að sjá aftur. Þetta má hann hafa haldið hana. Já, þeir héldust í hendur virtist vera. Og en þetta er innkast. Og það er leikhlé það er dómaraleikhlé fyrir ritaraborðið væntanlega, eða hvað? Það er fyrir tölfræðina, sýnist mér svona á bendingunum. En já, þetta hefði verið áhugavert að sjá aftur. En því miður getur við ekki séð, en fólki sem er að horfa á YouTube getur spólað tilbaka. Og á núna meðan að leiklíðinu stendur. Eini ókosturinn er að þá missiði kannski það sem við erum að tala um hérna, sem er nú örugglega skemmtilegt. Lítið að breytast nema kannski í öðrum leikjum, þar að segja að Hrunamenn auka heldur forskoti gegn Ármanni. Það er, ég myndir kannski segja, svona með við stöðuna í deildinni, að þá er það frekar áhugavert. Staðan henni í þriðja leikluta eftir 4 mínútur er 7-7, að munar ennþá 3 stigum á liðunum og er hún í óvæntu leikliði. Já, ég er að sjá þetta aftur hérna og mér finnst þetta dálítið harkalegt að dæma Villu og Lucien hana.
En hvað að gerast í kringu ritaraborðið? Það væri aftur á móti líka gaman að sjá og heyra. Já. En þetta lítur út fyrir að vera tölfræði. Já. Já, hann stendur allavega hjá tölfræði meisturunum. Sko allavega statið rétt á netinu, en það spurning hvort það hafi dottið út eða eitthvað þess að þar. Já, það mögulegt. En þetta var allavega, eins og ég sá þetta, var nú ekki að horfa á þetta á stórum skjárendar, en þá kemur skot, þeir fara saman inn í frákast og einhvern veginn flækjast hendurnar að þeim saman og dómarinn ákveður að þetta sé vill á Lucien, en í rauninni hefði maður séð jafnvel bara þessi var lokið í rauninni. Það hefði í rauninni verið hægt að sleppa því á báða bóga. En leikurinn virðist geta haldið áfram. En allavega eiga Hamarsmenn innkast. Og Mirza með virkilega á Alfonso galopin út í horninu og Ragnar bara teygir sig yfir menn hérna á næri boltan. Medina og Júlíus stendur þetta vel hérna. Og Medina inn að körfunni og brotið á honum á gólfinu. Og það Júlíus Duranona. Væntanlega fjórða villan hans ekki rétt. Jú, fjórða villan hans. Það hægst á stigaskorunni hér í þriðja leikluta. Já. Staðan 7-7 í þriðja leikluta. Og í rauninni Hamarsmenn skora 27 stig á fyrstu tímyndunum og þeir eru búin að skora núna 21 stig á síðust. Já, og þar kom Alfons með þristin onni. Jafna leikinn. Já. Lucien með boltan fyrir Skagan. Það ætlar hann að teikna upp. Júlíus. Smá miskilningur þarna á milli manna sýnist mér. Gabriel fær hann 5 á klukkunni. Lucien fær hindrunna. 2 á klukkunni, fer í þristin. Beint onni! Þetta var svona vandræðalegu sóknarleikur. Það virtist menn ekki alveg á hreinu hvaða kerfi væri í gangi. Ég var einmitt að hugsa hvort þetta væri kerfi að láta lítið út og vissi ekkert hvað það var að gera. Ég held að það hef ekki verið það. Thomas og Jalen brýtur á honum hérna á Jose Medina. Thomas misti hann frá sér hérna við hindrunina frá Ragnari. Mirza inn á Jose inn að körfunni, finnur Daða, hann á Ragga og hann skilar þessu ekki niður en fær villuna dæmda á Thomas, virðist vera. Og það þá þriðja villuna hann líka og þá kemur Davíð inn á aftur með 3. Já. Nei, það taka Júlíus út á. Ég er að velta fyrir mér hvort að statið hreinlega bara dottið út. Björn Viktor horfinn. Gæti verið bara netvandamál. Já. Allavega hefur ekkert uppfærst hérna á netinu. En Ragnar setur síðan víti niður. 54-52. Lucien inn í teiginn. Mirza til varnar þarna. Lucien. Spurning hvort að má fara að tripla þeim, væntanlega ekki Thomas. 7 sekúndur núna klukkunni, Davíð. Fyrir í árásina, út á Thomas sem opinn, setur þristinn niður! Það nýta skotklukkuna alveg til hins ítrasta og Mirza á miklu spretti, missir boltan frá sér. Gabriel kemur þá í eináttina, finnur Lucien. Var að spá í því, Gabriel. Ákveður að hætta við Thomas undir og setur þetta niður, frábærlega spilað. 59-52.
Góður kapli núna hjá Skagamönnum. Það er Hosei. Tómas eftir hann eins og skuggi hann að missa í þristinn. Hann er langur, hann er erfiður. Ragnar í mikilli baráttu. Nær ekki boltanum þó. Lucien hættum að hann. Lucien á Gabriel. Gabriel fer alla leið og þetta er rétt. Þetta er Hosei sniður og kemur svo vel fyrir. Já. Mjög vel gert. Hjá honum. Kapp er best með forsjá. Ætla ég að fá skjóta að hérna. Já. Og þá kemur Júlíus inn á fyrir Tómas. Jóel ekki ennþá fengið mínútur. Var það Daði aftur á Hosei. Hosei fær hindrunna. Inn á Ragnar. Ragnar í baráttunni, skilar þessu niður. Þetta er hann eins og... Þarna triplaði nú Ragnar helviti mikið með boltan. Já. Það er kannski allir sem horfðu bara upp á boltan, ég veit ekki. Menn hafa ekki nógu vítt sjónsvið. Já, það er eitthvað. Davíð á Lucien, fer beint upp í skoti, leit vel út, vel stíð út hjá Gabriel þarna. Davíð aftur í skotið og þarna velja Skagamenn fá boltan og fá. Jalen fær hann hérna út á Júlíus. Júlíus á Gabriel síðan. Gabriel fer í árásina, missa á honum, Júlíus er opinn, fer í þristinn og hann dansar upp úr, Jalen með frákastið. Aftur inn að körfunni, hendir honum út af við nærisu. Lucien í árásina, erfitt, inn á Jalen, Jalen með flotta hreyfingu, nær frákastinu sjálfur. Löngsókn hjá Skagamönnum hérna og Jalen fer í þristinn og beint á hann í! Hann snýr sér við og setur hann þvílík tildrif maður. Þetta leist mér Þetta var svona pirringsþristur. Ég var líka bara að hugsa hvað hann var að gera. Hann var að fara frá körfunni með Ragga hann í ójafnvægi undir á 4 völlum. Já, Hosei gerir þetta vel, kemst inn að körfunni. Júlíus náttúrulega gat lítið gert þarna á 4 völlum. Lucien út í hornið á Davíð, hann fer í þristinn og stuttur. Jalen með frákastið, nær ekki að skilja sig niður. Fullt af snertingu, Þarna slapp Ragnar fyrir horn, ég. Sko. Og frábær vörn hjá Jalen aftur. Þeir voru aldrei og nú verður hann að passa sig, að fá ekki tæknimilli í kjölfarið. Þetta er náttúrulega ekkert annað en villa, en þarna eru þau bara að vita betur af því að þeir dæmdu ekki hinum með, þá vildu þeir ekki dæma þarna. Sammála, ég held að það hafi alveg klárlega haft áhrif. Já, menn Jalen brýtur bara á honum, það er bara þannig. Maður sér menn ekki oft verja skot með báðum höndum, en mér sýnist eins og hann hafi farið fyllt eftir og farið í andlitið á honum. Já, klárlega. Þannig að réttilega hefði sennilega átt að dæma villu þarna. En skipting hjá Björn Ásgeir sem kemur inn á fyrir Mirsa. Mirsa er örugglega ekki ánægður. Nei. Væntanlega er þessi skipting af því að hann lá þarna meiddur mögulega. Ragnar á Hosei Medina fer í þristinn, þvílík skitta þessi drengur. 30 stiga munur. Það hefur ekki alveg gengið í þessum góðu köflum Skagamanna að slíta sig í rauninni frá Hamarsmönnum Gabriel í árásinna og aftur vilja þeir fá villuna. Nebósia ekki sáttur, þetta er í rauninni þriðja, mögulega villan sem hann er að sleppa með hérna. Alveg klárlega. Og Hosei er algjörlega að halda og sóknarbrot, frábær vörn hjá Gabriel, hefndi sína á honum hana. Já, þarna fer Hosei bara með öxlina undan sér, hann stundum græðir hann á sig, stundum tapar hann á sig, hann sækir mikið af villum svona. Þá er, leikhlé. Hamarsmegin held ég. Já, mikið að gerast í þessu, en mér sýnist einfallega bara að tölfræðin sé bara úti. Já, það hefur eitthvað gerst. En
það samt enda uppfæstur á öðrum leikjum. Já. Þannig að þetta eitthvað innanhúsmál hér hjá okkur. Já, þar ekki mikið að breytast. Það bara úrslit ráðin þar fyrir löngu í öllum þeim leikjum. Skallagrímsmenn og Hrunamenn að ná í sinn, sennilega þeir nú kannski ekki alveg konir með það, en Skallagrímsmenn eru konir með sinn fyrsta sigur, held ég að sé óhætt að fullyrða á þessu tímabili. Og Sindramenn að leggja Þór með 37 stigum og það breytist ekki á 7 mínútum held ég. Nei. Það verst að við erum ekki með hérna mannskap í að halda okkar eigin tölfræði hérna. Hirsa í smá spjalli hérna við dómara leiksins. Hann alveg, hann bullsýður á honum. Já, hann að fara að reyna að blokka einhvern á eftir sko. Og hann ætlar ekki bara í boltan. Já. Þriggja stiga munur, 62-59. Lucien kemur upp með boltan fyrir Skagan og Jose Medina nær að stela honum boltanum þarna. Ég held að Lucien hafi búist við að fá eitthvað þarna sem hann fékk ekki. Jose Davíð til varnar núna. Jalen stígur út í hann, skilar sér svo tilbaka. Sjáum að Gabriel fer á Ragnar þegar Jalen skiptir á skríninu. Julius á Lucien. Lucien nota líkamann vel hérna og Julius, Davíð var laus í horninu en hann hikaði. Lucien á Jalen undir á Davíð sem að frábærlega gert. Tímasetningarnar allar alveg upp á 100%. Algjörlega og sendingin frábær hann á Jalen. Hann bara vissi að Davíð var þarna. Það var einhvern veginn eins og þetta hefði verið teiknað eitthvað upp og æft. Það er að Daði, Jalen stígur út í hann og Gabriel tekur við Ragnari eins og áður. Og Daði rennur til hérna, Alfonso í skotið, Jalen með frákast. 12 sekundur. Eitt skot, það er sennilega Skaginn fáið þá síðasta skotið loksins í fjórðungnum. 5 sekundur eftir. Lucien fer upp í þristin, erfiður þristur í spjaldið og spurning hvort hann hefði getað reynt að finna sér betra skot. Já, þetta var ekki nógu gott skot. En 5 stiga forysta Skagamanna hérna fyrir loka fjórðunginn. Þetta verður áhugavert. Þetta maður, sko, kannski við bara aðeins spáum í. Þetta annar leikurinn sem við erum að sýna hérna beint. Hann tapaðist með 3 stigum, margt mjög jákvætt þar. Vinna á Akureyri, margt mjög jákvætt þar. Sjáum við liðið vera að stíga skref fram á við? Mér finnst það, klárlega. Bara klárlega, ég meina eins og þessar leikluti, þeir vinna þennan leikluta með 2 stigum, 20-18. Unnu annan leikluta, rétt töpuð hérna fyrsta leiklutanum. Þeir unnu síðasta leiklutan á Akureyri. Þannig að þeir unnu sko 2 af 4 í hérna fyrsta leik. Þannig að þetta klárlega finnst mér þetta að vera allt upp á því hjá þeim og minna þessi lið, Þór í basli, Sindramenn voru hérna bara sterkir í fyrra, 3. sæti í deild og fóru hérna bara í undanúrslit í úrslitakeppninni. Hamarsmenn eru með sterkt lið eins og við fórum yfir hérna í upphafi, það eru margir úrvalsdeildarleikir hérna hjá þeim í þessum hópi þannig að þetta eru búin að vera alvöru prófraunir þessi fyrstu 3 leikir og þessi deild fyrir í að verður bara erfið. Já. Þannig að ég myndi segja klárlega að þetta er gríðarlegu stígandi. Virðist líka bara vera að slípast ágætlega saman, maður sér svona fleiri og fleiri sóknir sem eru greinilega æfðar, skilurðu. Svona allar hreyfingar, markvissari og þannig að ég er þetta bara spenntur fyrir bara góðum körfuboltavetri hérna á Akranesi. Já, ég er sammála því og líka ef við kannski tökum þetta aðeins lengra, þegar við vorum með Tjess að þjálfa hérna, aðferðin sem hann var að beita og leikstildir sem hann var að spila og svo kemur Hugo með aðra nálgun og svo kemur núna Nebosja með sína nálgun, þannig að við þetta svona allir mjög ólíkir. Já. Þannig að ég held að skólinn sem þessi strákar eru að fá hjá þessum þjálfurum er gríðarlega góður körfuboltaskóli. Það er Davíð fyrir Skagan. Inn á Gabriel út í hornið á Lucien sem fer í þristin og setur það niður! Hann er á eldist.
Byrjar hennar fjórðung hérna á háunóttunum. Jose Medina hlýtur að vera farin að þreytast. Hann er mikið með boltan. Frábær hreyfing hjá Birni, nær ekki að klára það. Ragnar náði reynda frákastinu en skilaði ekki á samherja. En eins og ég segi, sóknarleikur hjá Hamri, Jose Medina mjög mikið á boltanum. Já. Það svona hlýtur að draga aðeins úr Lucien með aðeins og langt skot. Jalen með gríðarlega sterkt frákast. Hamarsmenn í svæðisvörn. Þá reynir kannski á skotmennina hjá Skaganum. 3 sekúndur. Gabriel fer í skotið, aðeins og stuttur. Jalen með frákast. Jalen upp að körfunni, skelar þessu niður og fær villurauki. Þetta skipta máli, þú sást það bara. Já. Og munurinn orðinn 10 stig. Þetta er, maður sá Jalen ekki ná þessari stemmingu hérna í síðasta heimaleik. En það er unun að horfa á, þetta skiptir hann máli klárlega. Og víti skilar sér ekki niður, en Lucien tekur frákastið. Þannig að Skagamenn geta aukið forskoti hérna. Lucien inn að körfunni, Gabriel, skilar því ekki niður. Davíð í baráttunum frákastu og fær villu, 4. villuna væntanlega. En það hefði maður viljað sjá Gabriel klára þetta. Davíð. Sjá að Tómas er farin að taka Jose Medina. Jose út í horni á Daða. Daði aftur út á Björn. Hann á Jose, hann fer í þreistinn. Alveg víðsfjarri núna. En Hamarsmenn með frákastið. Daði, Tómas í honum. Sendingin frá honum. Bara í haug og út af. Nei! Davíð lét hann fara. Já, Davíð þarf að passa sig. Já, heppinn hann. Þú vilt ekki fá 50 villuna sem tæknivillu, það er alveg nokkuð ljóst. Það er svona kraftur í mönnum, bæði andlega og líkamlega. Níu sekúndur á skotklukkunni. Jose, hann á Ragnar, aftur á Jose, fær plásið, Jalen kemur út í hann, erfitt skot sem að skila sér niður. Skottæknin sem þessi maður með geggjur. Já. Þó hann sé búinn að skipta helming, þá er hann bara að finna aðra fjöl á hinum helmingnum. Já, en ágætis vopna eiga, sjástu þetta var nú einfalt innkastkerfi og bara hendingstaðar í 30 metra hæð og kemur og fær boltan og tekur skotið. Gríðarlega einfalt og þægilegt Lucien. Yfir Ragnar, aðeins skakkur, Davíð með frákastið, reynir að finna Tómas, hann lág og Skagamönnum ekkert á. Og Hamarsmenn eiga innkastið. 7 stiga munur. Spurning hvort að Davíð hefði betur bara farið út með boltan, stilt upp. Jose. Reynir hvað hann getur hérna, hann er bara með boltan í höndunum. Meir og minna, alla sóknina, Lucien stelur honum á honum. Honum hundleitist þetta. Lucien fer í árásina. Út á Tómas, Tómas í þristinn, aðeins og stuttur, Gabriel á Lucien sem að skila þessu niður. Mikilvægt stig fyrir Skagamenn. Mjög svo. Daði upp að körfunni, frábær vörn hjá Davíð! Hirti boltan hérna, hugmyndin góð hins vegar hjá Daða sem var að skilja hann eftir fyrir Ragga hérna
en Davíð Alexander las þetta vel og hirti boltan. Það var Jalen. Og það fara á Ragga bara. Já, gerir það hér. Og sóknarbrot dæmt á Jalen. Þetta skrítið. Já, Nebojsa allt annað en sáttur og Jalen svo líka, en menn koma vonandi sínum kvörtunum kurteislega til skila. Já, menn ef þetta eitthvað lína sem á að fara að leggja, þá að fara að vera sóknarvill ykkur einustu sókn þegar stóri maður fá bolta. Já, það skipting. Mirza kemur inn á fyrir Daða. Það er það Hosei. Ekki ennþá farin að skjóta þreytulega eins og maður er svona að gefa í skinn að gæti gerst. Kemur hann hérna upp vinstra megin og Tómas brýtur á honum löngu áður. Hann hefði engin karfa góð. Og innkast. 9 stiga munur. 6,5 mínútur eftir. Tæp. Þessi yfir í hotnið á Haugur, Gabriel heppinn að fá ekki villuna á sig þarna, sendingin inn á Ragga, Raggi skilar sig niður. Húsén með boltan fyrir skagan, Mirza djöflast í honum, kraftmikil vörn, Jalen inn á Gabriel. Gabriel fyrir í árásina út í hotnið á Tómas. Tómas tekur skotið, 3 stiga! Og eykur munin í 10 stig. Hamarsmenni ekki að ná að saxa þetta. Það var vont fyrir Hamarsmenni að fá þessa körfu á sig því þetta svona var smá meðbyr með þeim. Já. Hosei dribblar fram og tilbaka, tekur síðan skotið og hann bara getur ekki hægt að hitta. Ég held að hann bölvi því manna mest að tölfræðin sé ekki með. Það verður reynda væntanlega startaður eftir á. Lucien verður að passa sig hérna. Menn eru búin að takast mikið á Tómas með galopi skot. Aftur honni! Það skiptir einhver máli hvað Jose Medina setur niður. Skagamenn svaraði bara. Þarna náttúrulega engin vörn á hann. Sko. Nei. Maður er nýbúinn að hitta skotið og þau bara gefa hann aftur skotið. Þeir Hosei í árásina og villa dæmt áður og nú komin smá hiti í þetta. Nú þarf einhver að draga Jalen Dupree í burtu. Mirza láta hann heyra það og tæknivilla á Mirza. Já, það hiti í mönnum. Það var eitthvað þarna. Það er að Skagamenn núna að fá hvað, 1 víti og svo Hamarsmenn vítið eða hvað? Líklega. Og það var væntanlega. Það er reyndar var villan á gólfinu sko. Já. Ég held að ég horfið á þessa útsendingu aftur seinna. Og rýna í þessi atvik sem maður búinn að vera að velta fyrir sér. Það búið að vera, já, svolítið uppákomið. Sko. Því að það alveg ágætt að minna á það. Það hægt að horfa á upptökur af öllum okkar beinu útsendingum fyrr og síðar frá árinu 2016. Styttist í 6 ára afmæli hjá okkur. Það bara í nóvember. Já. Og allt að finna á bæði á YouTube-brásin okkar eins og á iatv.is. Og það fyrir einhverja svona, já, aðdáendur akurnesískra íþróttar fyrst og fremst. Algjör veisla. Það væri gaman að reikna það út hvað svoleiðis hámhorf myndi taka langan tíma. Að horfa á allt efnið, þetta orðið 300 útsendingar rúmlega. Mér sýndist dómarinn að gefa merki það að þeir eru svo 2 skot Hamarsmenn. Spurning hvort að það hafi metið, ef var ekki Jose Medina að ráðast inn að körfunni og í einhverju skottreyfingu sem að... Þeir dæmdu villan á gólfinu því hann kláraði og sett hann. Þannig að þá hefði hann átt að fá 2 stig fyrir það. Já. En hann ekki frá að fá 2 skot.
Jæja, það vill til að við erum ekki að sjá þennan þátt leiksins en 11 stiga munur Skagamönnum í vil. 5 mínútur rétt og rúmar eftir. Og Medina fyrsta vítið niður hjá Hamri í töluverðan tíma. Það er vist 78, 68 núna. Já, hann bara klikkar ekki á einu skoti. Það skiptir engum máli hvaðan af vellinu það er. Ótrúleg skotnýting hjá honum. Því miður hefði ég ekki alveg tölun á því hversu góð hún en hún alveg stjartfræðileg. Húsén er hindrunna, sjáum að Jalen hefur farið af velli og Gabriel fer inn á Ragga. Þetta var sennilega allt saman löglegt hjá Ragnari. Já, þetta var bara hárrétt sem Gabriel gerir þetta og bara geggjuð vörn hjá Ragga. Í þristinn, vel skakkur. Skagamenn enda með boltan eða hvað? Já, Tómas. Jóel Duranóna kominn inn á einnig. Hjörtur Hrafnsson líka. Það er áhugavert að vera ungur leikmaður að fá að fara inn á þeim tímapunkti sem allt var að sjóða upp úr. Heldur betur. Lucien stekkur frá körfunni og skilar því niður. Þvílíkur leikur hjá Lucien. Hann kleimaði sér tilbaka og Alfonso klárar þetta öðvitað. Lucien fær hindrunum frá Gabriel, hann fer í þristinn og það er stokkið aftan á hann og 3 víti framundan. Daði hljóp aftan í hann þarna. Það er ekkert hægt að segja við þessu. Ekki nema bara það hvort þetta sé óíþjóttamannslegt. Já, í raun og veru, hann er ekki að reyna við boltann og fer undir hann í skotinu, það sem er stórhættulegt. Mér fannst það eins og hann bara, Lucien hefur stokkið bara mjög óvænt upp. Já. Í skrýtnum takti mögulega. En Lucien finnur að hann er í stuði og leikli Hamarsmegin. Statti komið inn að einhverju leyti. Sýnist mér aftur. Nei, það er það ekki neitt. Það er búið uppfæra eitthvað af því en ekki mikið. Hrunamenn sigra Ármann 96-83. Það var áhugaverð úrslit. Þú nefndir Hrunamenn fyrir útsendinguna eða í upphaf útsendingar skulum við segja að þeir væru svona óskrifað blað. Þeir eru greinilega byrjaðir að skrifa. Heldur betur. Því að Ármenningar Það voru með 2 sigra í 2 fyrstu leikjunum og bara litu vel út. Framlenging á móti Fjölni, maður rétt, síðast. Þannig að þetta er gríðarlega sterkur sigur fyrir Hrunamenn og bara, gott fyrir deildina að fá fleiri stigra og fleiri lið. Já, ég er nefnilega á því að þessi deild á örugglega eftir að verða jöfn og spennandi. Ég held að það verði mikið af liðum sem mikið að lesi að reyta stig hvert af öðru. Já, ég er sammálaður. Svona fyrirfram hefði ég ekki giskað á það, en svona eftir fyrstu 2 umferðirnar og svo núna þessum afir þessari þriðju, þá sýnist mér það geta orðið raunin. 3:51 eftir, 80-71 og Skagamenn með boltan. Það er 3 víti framöndan. Og Jalen situr ennþá. Já. Þurfti að kæla hann aðeins, það virkaði orðin svolítið argur hérna. Og Lucien skilar fyrsta vítinu niður. Gríðarlega mikilvægt fyrir Skagamenn að halda áfram að skora meðan að Hamarsmenn að reyna að ná þessu áhlaupi og þeir eru búin að vera að skora stig. Já, stóra körfur. Og sjáum að Skagamenn treysta greinilega Lucien fyrir þessu víta, það er enginn í frákastinu. Já, og það þakkar hann traustið og munurinn orðinn 12 stig. Mesti munurinn hingað til í leiknum. Já, ég held að. Á hvort meginn sem að það er. Þessi Medina inn að körfunni, frábærlega gert, þvílíkur leikmaður. Það er þessu góðu jafnvægi. Já. Gabriel.
reynir að finna Lucien, gerir það á endanum. Lucien á Tómas, inn á Gabriel, Raggi á móti honum. Fín hreyfing hjá Gabriel, komin undir körfuna, nær að skila þessu niður! Og villa. Og villa að auki og Ragnar er orðinn þá, já, brottrækur. 5 villur. Frábælega gert. Þetta er nú, þú þarft ákveðna tegund að hugra ekki til þess að bara láta þetta í hug. En veitu hver fekk villuna? var það ekki Ragnar? Nei, það er númer 4 samkvæmt töflunni, það er engin númer 4. Býðum við. Já, var það ekki Ragnar Nathaniel? Nei, ok, þá þarf maður að... Það var engin annar en það. Nei, ég fatt þetta ekki alveg. Nema við höfum verið búin að telja villunar á hann eitthvað villust. Mirza í þristinn, glæsileg karfa hjá honum. Þetta er skotið hans, hann vill þetta. Lítið við þess að gera, hann er snöggur upp. Já. Gabriel kemur upp með boltan núna. Lucien fær hann síðan ásóknar helmingi. Kærulegs þarna, Mirza. Lucien með honum, en Mirza klárar þetta. Og þá er Leikli, hann er snöggur að taka Leikli Nebosja, 7 stiga munur. 5 stig í röð núna hjá Hamri. Já, 5 stig á bara mjög stuttum tíma. Já, á nokkrum sekundum hreinlega. Og Nebosja gerir vel og gerir rauninni að hárrétta í stöðunni að stoppa áhlaupið. Algjörlega. Sko, ég sé að tölfræðin frá þessum leik er að skila sér inn í rólegheitunum og mig grunar, Hannibal. Já, ég veit hvað það að þeir félagar séu að horfa á þessa útsendingu. Já. Og fylla inn tölfræðina í kjölfarið. Það er frábært ef að svo er. Enn einn rökin fyrir það sem við séum að gera sé jákvætt. En leiklokið hjá Fjölni og Skallagrím. Fjölnismenn náðu nú aðeins að klóra í bakkann. Skallagrímur endar á að vinna þar 89-75. Sindramenn taka Þórsara frá Akureyri algjörlega í kennslustund austur á Höfn. 98-50. Hér er allt, já, ég ætla að segja ennþá í járnum. 2.45 eftir 7 stiga munur, þetta er ekki neitt. Þetta er ekki neitt, þú sér það voru 5 stig bara á okkur 12 sekundur nánast, sko. Já. Og Mirza með þau öll. Við þurfum að halda fókus. Seinni karfan hérna tapar Lucien boltanum sem aftasti maður á vellinum í rauninni í sókn. Jalen á Lucien. Tómas út í hornið á Davíð. Nýta menn klukkuna. Jalen, Ragnar kemur vel út á móti. Davíð fer í árásina á Gabriel. Gabriel út í hornið á Tómas. Hann í þristinn og setur hann yfir! Frábær sóknarleikur! Sá er að hitta. Mirza í þristinn, beint onni. Það er bara svar strax. Já, hérna hér. Jalen með boltan fyrir Skagan. 2 mínútur eftir. Hér eftir stoppa klukkana eftir skoraðarkörfu líka. Lucien fær hindrunna frá Jalen og þarna er vilja, já, Jalen í skotið, hittir ekki. Þarna voru örgulega bæðilið að byrja með eitthvað. Hefði maður Skagamenn vilja að fá flopp á Jose. Hamar vildi hafa villuna. Jose og út í hornið á Alfonso í þristinn, hann er aðeins og stuttur. Mirza með frákastið, hann er í einhverju algjöru rugli núna á jákvæðan hátt þar að segja fyrir hann. Gabriel fyrstu fram og skilar þessu niður. Það var einn maður á leiðinu þess átt, það var Gabriel. 90-81, 1.22 eftir. Þetta er sennilega verið síðasti naglinn. Daði í skoti, spjaldi niður. Þetta er orðin einhver bara skotkeppni. Gaman að vera skynsamir. Gabriel, hann vilja Hamarsmenn fá skref alveg á mörkunum og Gabriel verður að losa sig við boltan. Finnur Lucien á endanum. Davíð laus í horninu hinum megin en skynseminn Lucien og sóknarbrot á Lucien og enn er einhver svona pirringur á milli manna. 90-83
7 stiga munur, 59 sekúndur, rúmar eftir. Þetta er ekki búið. Nei, þetta er nefnilega ekki búið. Og villan hérna á Lucien sóknar brot, væntanlega fyrir hald. Þegar hann var að keyra fram hjá manninum hann að... Það var snóker það sem við sáum. Já, Jose kemur upp með boltan. Mirsal leita mikið að missa núna. Nær ekki að finna skoti, kemst inn að körfunni, skilar þessu niður. 5 stiga munur núna. Klukkan gekk. Klukkan gekk, já. Það þarf að passa það. 90-85. Þessar loka sekundur verða eitthvað rosalegar, held ég. Hamasmenn að sýna gríðarlega baráttu, þeir neita að gefast upp og þetta atvik hérna með tæknivillan á Mirza og þetta dótari í hann hefur algjörlega kveikt í honum. Heldur betur. Gaman að sjá þeirra menn ná að beisla það í jákvæða átt. Og 47 sekundur. Skagamenn þurfa náttúrulega bara að nýta klukkuna. Komast yfir miðju, spila sínar 24 sekundur. Jalen fær hann aftur á Lucien á Davíð inn á Tómas. Hann á Gabriel. Á Davíð. Gabriel. Nei, hann veit ekki taka skoti strax. Fer á Raka, Tómas. 5 sekundur núna. Lucien fer inn að körfunni, missir boltan úr höndunum. Og Hamasmenn vinna boltan og villa dæmd á Davíð. Þetta var smert. Já, hérna. Ég held að það ekki sést í myndin. Jose skaut bara einhvern veginn og hafa spjaldið hon í. Já. En villan hérna á Davíð Alexander, þá var hann komið með 5 villur. Í rauninni skynsamlega villa hjá honum. Það var engin hætta á að hann fengi óíþróttamannslega villu þarna. Það sem að í rauninni hann er að hindra frekar heldur en að halda. Daðberg getur minkað þetta niður í 3 stig. 19,7. Það er alltaf Skaginn á alltaf heila skotklukku eftir, þannig að mögulega þurftu Hamasmennirnir að brjóta og hann næri ekki að koma þessu niður í einna körfuleik. Þannig að þá fara Hamasmennirnir klálega í það að brjóta. Daði skilar síðar að skotinu niður og þá er leikhlé eða hvað. Nebojša tekur leikhlé. Vill fara væntanlega yfir. Hann ætlar að taka boltan upp á fullum velli þannig að hann ætlar að fá fulla skotklukku. Hann getur núna tekið hann á miðjunni og fengið 14. Já. En ég sá hann gaf dómunum strax merki hann ætlar að taka fullan völl og fulla klukku. Já, nú þarf að fara yfir hvernig menn ætla að höndla pressuna. Pressuvörnina, hvernig ætla að spila sig í gegnum hana og koma sér yfir. Lykilatriði líka núna að myndi ég halda að koma boltanum í hendurnar á Lucien því að þeir munu brjóta á flestum öðrum leið og þeir fá boltan. Og svo segir, ef það gerist að Lucien fær boltan þá munu þeir sannlega að reyna að pressa þá að þá er undirbúin undir það. Já, ég er að missa máli hérna, ég er það spenntur. En hérna gríðarlega spennandi, skemmtilegu leikur búinn að vera. Virkilega skemmtilegu leikur. Hann er búinn einhvern veginn að hafa allt. Já, bókstaflega sko. Já, fínn sóknarleikur, mikið skorað en líka fallið til þeirri varnarlega. Og náttúrulega skotsýning í boði Jose Medina. Já, hann er búinn að vera alveg geggjaður. Ég held að hann hljóti að vera komið með allavega 10 þriggjastaga körfur. Sko, mér sýnist hérna allavega startið hjá okkur er komið upp í 69 stig Hamasmegin og þá var hann komið með 30 af þeim. Sko. En þeir eru búin að skora 86 og hann átti nokkur af þeim sem vantar upp á. Já, Július Turanóna kominn inn á. Davíð Alexander náttúrulega utan allar. Það er Gabriel sem að fær boltan og Mirza við það stela boltanum. Og hann þarf aldeilis að passa sig. Það er engin leið að sjá þetta held ég á upptökunni frá okkur. Hann er eitthvað að biðja að fara í skjáinn eitthvað. Ég veit ekki hvort að við þurfum að vera búnir undir það.
Dæma Skagamenn boltan. Já. 18,6 sekúndur eftir, þarna voru Skagamenn tæpir. Já. Lucien fær ekki boltan, núna þarf einhver að fara bara langt. Gabriel nær boltanum, finnur Tómas! Komnir á sóknarhelming, Júlíus. Lucien og þá brotið. Wow. Þetta á mörkunum. Já, þetta ég held að þannig gerir Lucien mistök að gera of mikið úr þessu. Ef Lucien hefði bara staðið þetta, þá hefði hann dæmt þetta. Þetta alltaf einhvern veginn þessar viljandi villur í lokin sem eru náttúrulega bara venjan. Þær eru náttúrulega, það vita fyrirfram að þetta eru ásetningsvillur. Þannig að þá gilda virðist vera einhvern veginn önnur lögmál þær villur. Það bara alltaf þannig. Það bara þannig. Af því að í rauninni samkvæmt svona eins og reglurnar eru túlkaðar megnið af leiknum. Ef þú ert að brjóta vísvitandi á leikmann og ert ekki að reyna að spila boltanum, þá það bara óíþróttamannsleg villa. Lucien akkurat maðurinn sem að Skaginn vill hafa á vítalínunni. Kemur þessi 5 stig, 13,7 sekúndur eftir. Stuttur í seinna. Skynsamlegt kannski. Jose á Mirza fer í skotið, allt og langur í spjaldið, Lucien tekur frákastið og þar með þessu bara lokið og Mirza, þetta hlýtur að vera óíþróttamannsleg villa, ég trúi eiginlega ekki öðru. Annað galið. Já, en mér sýnist á öllu að vera ætla að sleppa, en það þýðir væntanlega að hann yrði út úr húsi. Já, hann var að biðja það. Já. Já, óíþróttamannsleg villa, þá þarf hann að yfirgefa salinn. Þetta var hárrétt metið hjá dómurunum. Hann var ekki að hugsa neitt annað þarna. Og Lucien fær þá 2 víti og Skaginn fær síðan boltan og sigur í höfn. En Lucien misnotar hér annað vítið í röð. Síðara skilar hann rétta leið og sjáum að Halldór Benjamin kominn inn á fyrsta skipti í treyju nr. 10 á Hamri, ungu strákur. Fær hérna síðustu 3 sekúndurnar fyrir Mirza. Já. Og hvað nú? Nú hvað einhver reikistefna enn og aftur við rittaraborðið vill til að þar reyndur maður. Tæknivilla á bekkinn. Ég veit ekki hvort þetta sé þannig, ég heldur að hafa bara sett Halldór inn á án þess að biðja skiptinguna. Já, það brottrekstrarvilla bara núna. Já, þeir eru algjörlega búin að missa hausinn. Það gaman að eiga þetta myndefni til eða þannig að menn þurfa að halda kúlinu, það bara lágmarkskrafa og það hlýtur að þýða, nú spurning hvað það þýðir, fáum við þá fleiri víti eða hvað? Maður orðinn svo lost í þessu öllu saman. Já. En ég veit ekki alveg yfir hverju. Þetta var ekki auðveldur leikur að dæma, Hannibal. Ég held að það sé óætt að segja það. Júlíus Þór Nóna tekur vítið þá fyrir væntanlega var tæknivill á bekkinn fyrst og brottrekstrarvilla síðan. Já, held ég að það hefði verið. Já. Og Júlíus skilar síðara vítinu niður og bætir við þá muninn. Og Skaginn á þá innkast í lokin og spurning hvort að þeir eru eitthvað að eldast við það að taka skot. Ég held ekki, Jalen tekur bara boltan og Skagamenn vinna baráttu sigur hér á heimavelli. Fyrsti heimasigurinn á þessu tímabili. Virkilega góður leikur hjá Skagamönnum á stórum köflum og maður sér framfarir milli leikja, ég held að það sé óvænt að segja. Já, heldur betur. En þessi leikur var svakalegur að eiginlega öllu leyti. Já, það bara algjörlega þannig og ég segi eins og ég sagði við þig, ég mun horfa á þennan leik aftur og
Já, ég vona bara allir sem hafa áhuga á körfubolta gefið sér tíma til þess að nálgast þessa upptöku hjá okkur og en við höfum nú ekki mikla tölfræði til þess að fara yfir hér í lok leiks eins og við myndum vanalega að gera. Nei, því miður, en ég held að hún verður í boði í kvöld. Við finnst þér vera að uppi að græja þetta strákanir. Já. Sko. Já, menn eru sáttir, stúkan hress. Myndum vilja sjá fleiri hérna næsta heimaleik í stúkunni, ekki rétt Hannibal? Já. Myndur ekki alveg taka undir það með mér? Það reyndar rættist úr þessu, en það voru fáið til að byrja með þegar leikum var alveg að byrja. Við vorum að detta inn í útsendinguna, en mér sýnist nú þegar ég horfi auðvitað núna, það hafi verið hellingur. Já, akkurat. En ég held að Hannibal að við förum að segja þetta gott hérna úr Býflugnabúinu á Vesturgötu og Akranesi. Örn Arnórsson heiti ég. Hannibal Hauksson, takk kærlega fyrir samveruna. Ánægilegt að vanda. Og Guðmundur Kort Einarsson fyrir hans störf og Snorri Kristlinsson fyrir hjálp við uppsetningu hér fyrir og eins Ingimar Elvar Ágústsson og ég verði ekki að nefna bara Heiðamar Björnsson líka fyrir alls konar vesen hérna fyrir útsendingu og reddingar. Bara takk kærlega fyrir það. Ykkur áhorfendur góðir, takk kærlega fyrir að horfa og bara fylgist þið með okkur á dagskrá. Þið getið séð allar útsendingar sem framöndan eru hjá okkur sem eru allir heimaleikir í körfunni á iadivi.is. Þar sjáum við það sem framöndan hjá okkur en þangað til næsta þá þakka ég bara kærlega fyrir okkur og óska ykkur góðar helgar.